Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 21. febrúar 2017. Þetta fundur númer 3409 og 4. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 11 liðum. Það var fyrsti dagskrárliður. Bæjarstjórn óskum laust frá störfum bæjarfulltrúa. Erindi dagsett 14. febrúar 2017 frá Margréti Kristínu Helgadóttir bæjarfulltrúa Ælista, þar sem hún óskar eftir laust frá störfum bæjarfulltrúa til loka kjörtímabilsins. Orðið laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég stend nú ekki hérna upp til að gera athugasemdir við þetta bréf nokkurn hátt. Heldur vildi ég nú í fyrsta lagi bara þakka Margréti Kristínu fyrir gott samstarf í bæjarstjórninni og verða að segja að það eftirsjá af henni. Og það sem að ég vildi nú kannski orða bara stuttlega kannski það að bara nefna það. Þetta þriðji bæjarfulltrúinn sem hverfur á braut síðan í kosningum. Og það ennþá dálítið eftir af kjörtímabilinu. Og það nú kannski eðlilegt að menn hætti þeir eru kosnir á þing, en það sem mér finnst kannski umhugsunarefni og við þurfum kannski aðeins að ræða, það það hversu mikil endurnýjun í bæjarstjórninni á hverjum tíma. Það ekki bara nóg að það sé mikil endurnýjun við hverja kosningar, heldur þetta orðið þannig núna að fólk hefur ekki tök á því að sinna þessu vegna þess hversu mikið starf þetta orðið. Og ég held að væri eðlilegt að við veltum því aðeins fyrir okkur í framhaldinu hvort það væri ekki ástæða til að skoða einhverja breytingar á því hvernig við höfum tök á því að sinna bæjarfulltrúastarfinu ásamt þá öðrum nefndarstörfum þannig að vel sé. Við getum komið þessu heima og saman við það að eiga fjölskyldur og þurfa að sjá okkur farborða. Mínu mati þetta miklu alvarlegra mál heldur en margur gerir sér grein fyrir. Og það var nefnt við mig ekki fyrir löngu síðan að fréttamanni eða fjölmiðla manneskju hérna í bænum. Það væri eftirtektarvert á ráðstefnum til dæmis fyrir sunnan hvað vantaði oft fulltrúa frá Akureyrar kaupstað. Og viðkomandi taldi það til dæmis vera bagalegt vegna þess að þá koma sjónarmið okkar ekki fram á slíku ráðstefnum eða fundum þar sem þó jafnvel verið að fjalla málefni sem hafa áhrif á stöðu þessa sveitafélags hér. Þannig ég ætla bara svona í kjölfarið af þessu að leggja það til, en ekki bókaða samt, að við tökum þetta til umhugsunar og ræðum þessi mál. Takk, en öðrulega þá þakka ég Margréti Kristínu fyrir samstarfið aftur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil einnig þakka Margréti Kristínu fyrir samstarfi hér í bæjarstjórn og tek einnig undir margt af því sem að bæjarfulltrúi Gunnar var að segja hérna starf bæjarfulltrúa. Það er ekki bara svo að það hafi 3 bæjarfulltrúar horfið frá, það hafa líka varabæjarfulltrúar farið frá okkur og þetta ég held að allir flokkar hafi mist einhverja úr sínum hópi og auðvitað snýst þetta það að þegar við förum á stað í það að bjóða okkur fram að við þurfum þá væntanlega að gera það mjög vel ígrunduðu máli og kynna okkur betur út í það hvað við erum að fara. Og ég nú hér bara að tala fyrir sjálfa mig. Að vera í mjög krefjandi starfi og fara síðan inn í þennan vettvang sem pólitíkin Ég auðvitað viss alveg að það yrði mikið vinna en það mjög mikið vinna og svo breytist margt hjá okkur öllum á tímabilinu. Og ég held að það sé eitt af því sem að við getum og höfum áður rætt hérna
það hvernig við getum gert bæjarfulltrúastarfið kannski að meira starfi þannig að fólk þurfi ekki að fara úr sínu starfi og vera eingöngu á þeim bæjarfulltrúalaunum sem eru eins og þetta í dag því að það eru ekki allir sem að ná endum saman bara með því og fólk að taka mikla áhættu með því þá að fara úr störfum sem að það vill gjarnan vera í en tíminn líður hratt og við erum búin að vera hér í næstu 3 ár og eigum rúmlega 1 ár eftir og ég held að það sé mjög mikilvægt að við þessi hópur hér kynnum vel það starf sem fer hér fram og reynum að sama skapi að fá öflugt fólk inn til okkar því að það rosalega gaman að taka þátt í þessu, þetta mikið starf og krefjandi og við verðum samt líka að vera mjög vel meðvituð það hvað við erum líka að taka af okkur þegar við erum kjörnir fulltrúar, þetta ekki eitthvað starf sem við erum bara að pröfa þannig að tek undir orð Gunnars með þetta bæjarfulltrúa og árnaðar óskir til Margrétar Kristínar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líkt og kollega mínir taka undir þakkir til bæjarfulltrúa Margrétar Kristínu Helgadóttur sem að hverfa úr okkar liði og fekk að vísu ársleyfi fyrir árið síðan og nú að hætta alveg og það mikil eftir sjá af henni og við erum öll sammála því og flytjum henni okkar árnaðar óskir. Mér langar aðeins varðandi þessa umræðu störf bæjarfulltrúa þá þetta hefur náttúrulega komið fram bæði hér í umræðum í bæjarstjórn og við höfum líka þetta í bæjarráði og síðast í morgun þá var ég í hóp þar sem við erum að vinna eða skoða þessi íbúalýðræðismál og akkurat þar vorum við að ræða þessi mál varðandi starfsumhverfi bæjarfulltrúa og hvernig það mætti breyta til þess að það væri hægt að gera þetta starfi og það eitthvað sem við verðum að horfa til. Ég persónulega hef tekið ákvörðun það að vera eingöngu í starfi bæjarfulltrúa núna þangað fram að næstu kosningum og byrja á því áramót og ég held að þetta sé nauðsynlegt fyrir okkur að koma þessu þannig fyrir að við getum flest ef ekki öll tekið þátt í þessu í fullu starfi. Vegna þess að ég er sannfærður að það mun nýtast betur fyrir bæjarfélagið. Þannig að bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á að hann vildi gera það tillögu sinni. Hann veit það náttúrulega að við erum búin að ræða þetta en þetta er ekki beint eitthvað sem þeir voru að finna upp og er ekki beint tillaga frá þeim. Ég lendi hérna í hverjum bæjarstjórnarfundi að tala við sjálfstæðismenn og láta að vita að þetta sé ekki allt saman frá þeim komið. Þannig að kannski þegar við förum í sögurskýringarnar að þá sé ekki akkurat þeir sem hafi fundið upp öll hjól. En það er einhvað þannig að við erum að fara að ræða þetta og meðal annars ætlum við á 50. í bæjarráði að taka smá umræðu þetta hvernig við byrjunar vegna þess að við höfum búin að þetta kom fram í skýrslum íbúalýðræði, þetta hefur verið í umræðunni hjá okkur og við höfum séð afföll bæði núna á þessu kjörtímabili og á síðasta kjörtímabili og ekki síður á milli kjörtímabila. Og ég minni bæjarfulltrúa á það að ég er eini bæjarfulltrúi sem satt hérna á síðasta kjörtímabili. Það er allt og mikið þegar svona mikil endurnýjun verður. Þannig að það verður að gera þetta starfsumhverfi þannig að menn geti séð þetta fyrir sér sem einhvern vettvang til að starfa á, ekki bara í 4 ár, ekki bara í 2 ár, heldur kannski 8 til 12 ár. En þess að það er mikilvægt hérna líka reynsla sé inn í bæjarstjórn. Það sé ekki of mikil endurnýjun. Við séum hérna inni með fólk sem er tilbúið að taka þetta að sér og þegar fólk fer á stað í pólitík að það hugsa þetta sem slíkt, þetta sé ekki bara til 4 ára, heldur hugsanlega 8 ára og jafnvel 12 ef að áhugi fyrir hendi. Menn horfið svolítið til þess. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég svo sem ekkert miklu við þetta bæta, við erum nokkuð sammála þetta en mér langaði samt bara til þess að koma hérna inn í umræðina og ekki síst til þess að þakka Margréti Kristínu fyrir samstarfið sem var að mínum mati mjög gott og verulega ánægjulegt að starfa með henni og hún var líka dæmi bæjarfulltrúa sem virkilega laði sig fram og virkilega vandaði sig og undirbúning og ég er ekki þessi ykkur hinn eitt
En það nefnilega þetta með sko að maður verður, að þetta snýst ekki bara sko að lesa gögnin og koma á fundi. Þetta svo ofboðslega mikið af ákvörðunum og ákvarðanir þurfa að liggja með manni og maður þarf að geta ígrunda hlutina. Og ef maður alltaf á hlaupum þá bara gefst mann ekki tækifæri til þess. Þannig ég alveg sannfærð það að ef við gerum þetta starf þannig að við getum þeir sem allavega þá vilja og hugsanlega og vonandi stór hluti bæjarstjórnar geti unnið bara þetta í fullu starfi, að þá ég alveg sannfærð það að bæði að ákvarðanirnar okkar verða betri og þær verða ígrundaðari og svona betur rökstuddari og það bara betur útpældar. En svo held ég líka að samtal okkar við sko bæjarbúa og starfsfólk bæjarins, það getum við líka bætt. En það erfitt að bæta það í dag þegar að fólk hefur bara einfaldlega ekki tíma til þess, vegna þess að þessi samræða og samráð og íbúalýðræði eins og vorum að tala í morgun, þetta tekur bara tíma og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því og bera virðingu fyrir því. Og það held ég sem mikilvægt og ég mjög glöð að heyra þennan samhljóm þetta mál. Og bara þakka Gunnari fyrir að tæpa á þessu við þetta tækifæri. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í lokamáli sínu. Orðið laust. Ég get tekið heils hugar undir bara þessa umræðu nánast í heild sinni og ég þakka sömuleiðis Margréti Kristínu fyrir gott samstarf, en þá komið atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þess gefið merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum.